Hannes, eftir þennan leik, hver eru svona fyrstu viðbrögð? Bara svekkjandi að hafa ekki punkt úr þessu, hafa þetta verið í leik svona lengi. Lögum allt í þetta og bara stætti ekki okkar með í dag. Það var svona nokkur sinnum í leikna sem Valsmenn virtist vera að síga fram úr en þið komið alltaf tilbaka. Höfðu einhvern veginn trúið þessu bara fram á 59-20 cirka? Já, við lofum okkur því sjálfur fyrir þennan leik eftir hörmungunum móti Fram í síðasta leika. Við myndum leggja allt í þetta alla leikinn og skilja allt eftir á gólfinu sem við svo sannarlega gerðum. Vantaði helst muninn upp á en það er gaman að sjá hvað við erum nálægt stærstu liðunum í deildinni. Fyrst þú minnist á framleikinn, hvernig skýrurðu munin á frammistöðu og bara anda í liðinu svona á milli leikja? Sko það er erfitt að útskýra hvað klikkaði í framleiknum. Það bara, það klikkaði bara allt, sérstaklega í seinni hálfleik. Bara andlaust og dauft. Eins og ég segi, við tókum okkur saman í þessari viku og fyrir þennan leik og það sem það myndi ekki gerast aftur. Og það er planið að það gerist alls ekki aftur á tímabilinu. Og ef við spilum svona eins og spilum þessum leik út tímabilið þá sé ég engar áhyggjur á þessu. Og með þessa frammistöðu í kvöld, kannski bara svekkjandi að vera á leiðinni í eins og hálfsmánaðar frí? Já, það er svona svekkjandi. Það er kannski mest svekkjandi að við erum ekki með fleiri stig eftir. Við erum búin að eiga nokkrar góða frammistöður en punktarnir eru ekki alltaf að detta. En þú veist, við erum sumir hverjir ungir eða svona reynsluríkir í þessari deild og ég hef engar áhyggjur á öðru en að detta allt eftir áramót. Hvernig ætlaði að nýta frí? Tökum núna smá pásu, eina viku alveg oft, síðan lyftum við bara og tökum hressilega á því, mætum þungir og sterkir inn í seinni hlutann á tímabilinu og eins og ég segi, þá komum við kraftinn í þetta.